Þykja á því að þýska þingið samþykki að stækka björgunarsjóð Evrópusambandsins. Kanslari Þýskalands þarf þó að glíma við mikla andstöðu við málið innan ríkisstjórnarinnar og meðal almennings í landinu. Leiðtogar evruríkjanna samþykktu í júlí að auka útlánagetu björgunarsjóðsins í 440 milljarða evra, heimila honum að kaupa ríkisskuldabréf af ríkjum í erfiðleikum og veita þeim lán áður en þau lenda í vanda. Öll aðildarríki myntbandalagsins verða að samþykkja aðstoð við önnur evruríki. Finnska þingi samþykkti stækkun sjóðsins í dag og á morgun verða greidda atkvæði málið í þýska þinginu. Angela Merkel kanslari hefur lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að björgunarsjóðurinn verði stækkaður. Þetta er þó umdeilt innan ríkisstjórnar hennar og aukinar óánægju gætir nú meðal almennra Þjóðverja sem mislíkar að þýska ríkið leggi auknar skuldbindingar til að koma skuldum vöfðum evruríkjum til aðstoðar. Líklegt þykir að stækkunin verði samþykkt í þinginu á morgun. 2 af 3 stjórnarandstöðuflokkum hafa lýst stuðningi við stækkunina. Leiðtogar stjórnarandstöðunar segja að þurfi ríkisstjórnin að reiða sig á stuðning stjórnarandstöðunar yrði það vísbending endalok stjórnarsamstarfsins.